Í dæmi 49 eigum við að finna meðalfrávik og okkur er gefið upp hérna ákveðnar upplýsingar. En ég ætla að byrja á að snúa þessum upplýsingum á þann hátt að þær hendi mér svona betur því ég ætla að gera tíðnitöfluna eða vinna út frá henni. Þannig að ef ég vel þetta allt og Ctrl+C sem að kópera þetta, ég ætla síðan að fara hinga og henda þessu inn hér, fer í Paste Special og vel Transpose, þá kemur taflan upp svona. Þetta verður svona mun þægilegra fyrir mig. Ég ætla að reikna hérna f sinnum x. Ég þarf að finna það nefnilega, ég þarf nefnilega að finna meðaltali áður en ég fer að vinna í meðalfrávikinu. Og hérna ætla ég að reikna út tölun sem ég þarf að hafa til að geta fundið meðalfráviki. Þannig að við byrjum bara á þessu. Við ætlum bara að byrja á að finna heildartíðnina. Svona. Svo ætla ég að gera f sinnum x. F sinnum x. Og gera það hérna við restina. Svona. Og legg þetta saman. Þá fæ ég heildarsumuna af f sinnum x. Út frá því get ég fundið meðaltal. Meðaltalið er fundið með því að gera heildarsumuna af f sinnum x deilt með heildartíðninni. Svona. Þá er komið meðaltal upp á 5,5. Þá ætla ég að færa mig hérna yfir og hérna nota ég reiknifall sem heitir ABS með því að ég vill ekki fá neinar mínustölur hérna. ABS-falli gefur mér svona tölugildi sem þýðir rauninni að ég mun aldrei fá mínustölu. Þannig við skulum opna fall sem heitir ABS. Og þá ætla ég bara að setja inn í það samkvæmt þessari formúlu sem mér er gefin. Þannig ég byrja á F-inu. Sinnum svigin x-ið mínus og yfirstrika x-ið það stendur fyrir meðaltal. Þannig ég vel mér það hérna og ég ætla að festa gildi á því af því að eftir smá stund ætla ég að draga niður í þessum dálki. Svona. Þá er ég komið með tölu. Dreg það niður fyrir restina. Afsæki þetta. Svona vist. Og legg þetta saman. Og núna er ég komið með heildarsumuna hér og ég er líka með heildarsumuna hér. Þannig að nú ætla ég að finna meðalfrávikið. Meðalfrávikið er fundið með því að taka heildarsumuna hér og deilinni með þessari heildarsumu. Svona. Og þá er daginn búið.